Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Í þessum þætti höldum við áfram að sýna ykkur ótrúlega fjölbreytt mannlíf á Suðurnesjum. Við heimsækjum barnabókahöfund í Sandgerði, skoðum 2 stóra vinnustaði, sjáum magnaða norðurljósamyndir og heyrum í Valdimar, besta söngvara ársins á síðasta ári. En við hefjum leikinn á einum stærsta vinnustað á Suðurnesjum. Flugþjónustun á Keflavíkurflugvelli eða IGS sem skammstöfun fyrir Icelandair Ground Service eitt stærsti vinnustaður á Suðurnesjum. Fyrirtækið skiptist í 4 meginsvið sem eru flugafgreiðsla sem stærst, flugeldhús, veitingadeild og flugfrakt. Starfsmenn IGS annast þætti sem farþegar kannast við eins og innritun í flugstöðinni, farangurshleðslu, veitingar borð í flugvélum og í flugstöðinni en næststærsti þáttur IGS einmitt flugeldhúsið. Það eitt afkastamesta eldhús landsins enda eru viðskiptavinirnir mörg hundruð á dag. Starfsmannafjöldi okkur töluvert mikill. Við erum með svona 350 stöðugildi það minnst og förum alveg upp í 630 stöðugildi yfir sumartíman. Og þetta þýðir alltaf mun fleiri starfsmenn, þess að hluti af okkar fólki í hlutastörfum. Starfsemi IGS hefur vaxið mikið á undanförnum árum í takt við aukningu í fluginu, en stærsti viðskiptavinurinn systur fyrirtækið Icelandair, en IGS sinnir þó einnig fleiri flugfélögum. Já, það mikil vöxtur í okkur líka mikil ósköp og þetta helst allt í hendur. Eftir því sem að aukningir í flugi þá kalla það á fleiri starfsmenn og meira tækjum til að sinna þessu, en þetta þetta jákvætt vandamál fyrir okkur og spennandi að glíma við það. Og jákvætt rauninni fyrir atvinnulífi á Suðurnesjum þegar þið eru kannski þegar mest með 700-800 manns hér í vinnu yfir sumarið. Já, það má reikna með því. Og þetta jákvætt fyrir svæði, það ekki spurning. Og þetta að jafna svolítið meira út. Þetta var náttúrulega með mjög stóra sveiflur, en þessar sveiflur eru heldur að færast út á axlirnar og meiri vetrartímar sem vissulega jákvætt og heldur þá fleiri starfsmönnum í starfi lengri tíma hverju ári. Tækninýjungar hafa verið miklar í kringum flugið, meðal annars í innritun. Já, það nú mjög spennandi hlutir að gerast þar. Við erum náttúrulega komin með sjálfsinnritunarvélar og þær hafa nú verið að létta töluvert af innritunni. Svo internetið líka að taka töluvert til sín og léttir á einnig og það nýjasta sem svona að gerast hjá okkur að farþegar geta innritað sig í gegnum þessa snjallsíma. Og það að þróast og vaxa. Þetta tiltölulega nýtt en að koma sterkt í núna. En það ekki bara verið að flytja ferðamenn á milli landa. IGS tekur á móti miklu magni af ferskum fiski sem flogið með víða heim. Vissulega mikil aukning í útflutningi af fiski og það sem kemur til að styrkja það áfram vöxtur í flugi. Það verður meira flug á þessa markaði sem eru sterkir fyrir fisk. Og það mun að sjálfsögðu hjálpa útflytjendum og þeim sem að selja vörur til útlanda. Hvað með flugeldhúsi? Það orðið ansi viðamikil starfsemi hjá okkur. Já, það líka vöxtur þar eins og öllum öðrum sviðum og það sem við höfum þurft að gera þar núna til að raunverulega bara ráða við þá aukningu sem fyrirsjáanleg í sumar að við erum að stækka þá byggingu. Við erum að bæta við hana bæði að norðan og sunnanverðu. Og það fyrst og fremst til að geta annað því sem framöndan núna hjá okkur. Allir vandamál eins og í hlaðdeildinni þegar þeir eru að koma farangri fyrir í flugvélum og svona, gengur þetta allt mjög smurt? Já, þetta gengur mjög vel, enda mjög vel þjálfað fólk, með gott fólk hjá okkur. Alltaf mikið fjölda, en þetta gengur aldrei nema bara með því að hafa frábæra starfsmenn og góða og vel þjálfaða starfsmenn. Og okkar félaga það heppið að það með bara úrvalsfólk í öllum stöðum. Starfsmannavelta lítil hjá IGS en við spyrjum Gunnar hvort það stafi ekki meðal annars að því að það hljóti að vera skemmtilegt að vinna í ferðaþjónustu umhverfinu. Jú, það ekki spurning að þetta skemmtilegu staður og líflegu staður. Allir þeir sem að fara flestir að fara í einhver skemmtilegum erindagjörðum að fara í frí og upplifa einhver ævintýri og sama á auðvitað við þá sem að koma til landsins. Þetta útlendingar og þeir koma með bros og vör og hlakka til að sjá nýtt land og upplifa eitthvað nýtt hér hjá okkur. Þannig að það bara gleði og glaumur á vinnustaðnum. Við endum heimsókn okkar í IGS með flugfólki úr þjónustudeild Icelandair sem var að prófa rétti sem verða á matseðlum sagaklass farþega.
Þetta er einn af hápunktunum hjá matreiðslumeistarunum. Þeir voru búnir að vera á þönum. Jenny, hvað það að gera hérna? Heyrðu, við erum að velja mat fyrir sagaklassin okkar, þar að segja nýja matseðil sem á að fara í gang 1. maí. Og hér erum við að velja sem sagt bæði forrétti, aðalrétti og desert og svona snarlmat sem sagt á milli mála. Og við veljum 2 rotationir af þessar 2 matseðla sem að þá gengur mánuði í einu. Og þetta er elda hérna í flugeldhúsinu? Þetta er elda hérna í flugeldhúsinu hjá IKS og þeir eru okkar svona stærstu byrgjar með mat að gera, þannig að við kaupum mat frá þeim sem við notum bæði fyrir Evrópu og Ameríku. Þið leggja talsveit mikið upp úr að vera með góða þjónustu um borð? Mjög mikla áherslu og við tökum alltaf stöðuna reglulega og reynum að þróa okkur áfram í þjónustu á öllum klössum. Kisurnar Glingló og Dabbi og hundurinn Rex eru ekki bara skáldskapur. Þau eru rammíslensk og uppátækjasöm og eiga sér lifandi fyrirmyndir í Sandgerði. Þar býr einnig Selma Hrönn Maríudóttir en hún er höfundur grallarabókana. Bækurnar sem eru ætlaðar börnum á leikskólaaldri og yngsta stigi grunnskóla gerast ýmist á tilteknum stöðum á landinu eða fjalla tiltekið efni eins og til dæmis jólin. Í bókunum kynna grallararnir ungum lesendum meðal annars ýmis bæjarfélög á landinu og benda á skemmtilega afþreyingu á hverjum stað sem kostar lítið nema úthaldið. Já, það er í rauninni markmiðið að koma við sem víðast á landinu og í rauninni semst í bland við það að búa til eitthvað skemmtilegt ævintýri, að kynna skemmtilega staði á landinu og í rauninni skemmtilega afþreyingu á hverjum stað. Þannig að fjölskylda eins og okkar getur farið og gert ýmislegt skemmtilegt sem kostar ekkert endilega svo mikið. Nú þegar eru komnar út 5 sögubækur en svo 7. kemur út í haust. En grallarasögurnar eru ekki bara sögubækur. Það eru til dæmis konar vinnubækur við alla bækurnar sem kennarar hérna í Sandgerði hafa útbúið. Það eru komnar táknmálsútgáfur líka sem að samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra útbýr. Og síðan eru þetta vefurinn sem heldur utanum og stýður við bækurnar með ýmsu afþreyingarefni og síðan er það nýjasta að það er að koma svo kallað app eða smáforrit þar sem að bækurnar rauninni lifna við sem margmiðlunarbækur fyrir spjaldtölvur. Þú fæst viðurkenningu nú nýlega fyrir þetta efni, hvað getur þú sagt mér um hana? Já, það var mjög gaman að fá þessa viðurkenningu. Þetta snýst þess að barnaefni á netinu og þessi verðlaun eru kölluð verðlaun fyrir besta barnaefni á netinu. Þetta er átak, sameiginlegt átak netöryggismiðstöð í Evrópu. Það eru 14 lönd sem taka þátt og það er haldin keppni í hverju landi og þeir aðilar sem vinna svo í hverju landi taka svo þátt í Evrópukeppni í framhaldinu. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt að komast inn í þetta verkefni. Leikfélag Keflavíkur er að hefja sýningar á mjög vinsælum farsa. Aðalpersónan er leigubílstjóri sem á 2 eiginkonur. Við kíktum á æfingu. Leikfélag Keflavíkur frumsýnir á næstunni farsan með vífið í lúkonum. Félagið á sér langa sögu en vinsælustu verk þess hafa alltaf verið svokallar bæjarrevíur. Eins og í revíunum eru hlátu taugarnar kitlaðar svo munar. Leikstjóri er Oddur Bjarni en hann er meðal annars þekktur sem einn af ljótu hálfvitunum. En hvað fjallar þessi þekkti farsi? Þetta er í rauninni afskaplega venjulegur maður sem að einhverju hluta vegna eignast fyrir einhverjar undarlegar aðstæður 2 eiginkonur og finnst það bara svona rosalega fínt. Þannig að hann ákveður að halda því bara áfram og notar leigubílstjórastarfið sem svona yfirvarp fyrir það og lendir hana í líkamsárás og missir minnið og þar að leiðandi einhvern veginn að redda báðum eiginkonunum á þess að það komist hvora annarri. Löggan kemur staður! Já, þá erum við að búa við bakgrunn. Hvað svona myndi að klúra? Þetta er farsi. Nú hefur þú leikið hérna lengi og ert formaður leikfélagsins. Hvernig finnst þér þetta verk vera svona í samanburði við mörg önnur sem þú tekið þátt í? Þetta er bara fyrst og fremst virkilega hratt og skemmtilegt verk. Og það er svona, við erum ekki búin að setja mörg svona verk upp, allavega ekki frá því ég kom inn í félagið. En þetta er virkilega skemmtilegt og það er mjög gaman að taka þátt í svona. Þú hefur starfað þó nokkuð svona út af landsbyggðinni með áhuga leikhús og annað. Hvernig upplifir þessi aðkomi hérna í Keflavík?
Þetta náttúrulega sko frábær aðstaða sem að leikfélag Keflavíkur býr að. Þetta náttúrulega alveg geggjað leikhús og öll aðstaða til fyrirmyndar. Það bara virkilega gaman. Og svo þetta fullt af góðum kröftum. Það mjög furðulegt reyndar að sko hér akkurat aldurinn sem að virðist vanta í mörg önnur leikfélög. Hér uppistaðan allavega í þessu verki sem að mér snýr. Svona hvað, 20 til 32 eitthvað svoleiðis. Sem náttúrulega dásanlegt og flotti leikarar, þannig að þetta búið að vera bara mjög gaman. Gengur vel að fá fólk til að leika? Það gengur misjafnlega, en við erum búin að vera svo sniðug undanfarna ár að vera með mjög öfluga unglingadeild og unglingarnir verða síðan fullorðnir og þeir halda áfram að vera með okkur. Okkur vantar kannski mest svona, fólk 40 plus, en hérna eru mjög vel búin mannskap í gegnum tíðina. Eru Suðurnesjamenn, Keflvíkingar og Suðurnesjamenn duglegir að mæta í leikhús? Misjafnlega duglegir. Mætti vera stundum öflugra, en við erum náttúrulega mjög nálægt Reykjavík og margir sækja í leikhúsin þar. En ég held að fólk eigi alls ekki láta þessa sýningu fram með sér fara, ekki frekar en aðra sýningar sem við höfum sett upp í gegnum tíðina. En þetta svona breiðast út, fólk veit að þetta öflugt félag og við erum með merkilegt verk í höndunum og ég held að við þurfum ekki að kveða neinu. Hér flykkist fólk til að sjá þessa skemmtilegu sýningu. Gleyptu þetta og drekktu þetta. Gleyptu þetta og drekktu þetta. Nei! Guð minn almáttugur. Hvað tókur þeirra margar? Ábyggilega 10. Láttu hérna kastu. Kasta! Hvað aðeins? Það þarna inni. Ok, og lyfta. Jú. Svona. Hópri. Ekkert svoleiðis. Komið sæl aftur. Í Reykjanesbæ fyrirtæki sem sérhæfir sig í gerð skólamáltíða. Þar einn vinsælasti rétturinn, grjónagrautur og lifrapylsa. Fyrirtæki Skólamatur EHF í Keflavík eldar hádegismat fyrir grunnskóla og leikskóla og hefur svo sannarlega vaxið fiskur hrygg. Má segja að það sé sprotafyrirtæki þó saga þess spanni nú vel á annan tug ára. Axel Jónsson stofnaði fyrirtækið en hann einn þekktasti veitingamaður á Suðurnesjum en hann opnaði meðal annars fyrsta vínveitingastaðinn í Keflavík árið 1983. Axel segir að hugmyndin að skólamat hafi fæðst fyrir 14 árum þegar grunnskólar í Reykjanesbæ hafa orðið heildstæðir og krakkarnir því í skólanum frá morgni og fram á miðjan dag. Hann sá tækifæri í því þar sem fæstir skólar höfðu aðstöðu til að elda mat. Þróun fyrirtækisins tók nokkur ár en í dag skólamatur eina fyrirtæki hér á landi sem sérhæfir sig í skólamáltíðum. Axel segir strangt gæða eftirlit með framleiðslunni. Fyrirtækið hafi alla tíð haft næringafræðingi í vinnu sem fari yfir alla og prófi alla rétti. Þá og farið eftir leiðbeiningum lýðheilsustöðvar og haft samstarf við matvælafræðinga sem sannreina innihaldslýsingar birgja og fleira. Fyrirtækinu starfa í dag milli 85 og 90 manns. Við erum með 32 skóla, grunnskóla, eitthvað leikskólum og þetta er 7500 máltíðir sem við lögum á hverjum degi. Við erum með miðlægt eldhús í Reykjanesbæ þar sem við tökum á móti öllu hráefni, undirbúum þetta vel fyrir hvern og einn skóla eða hverju og einn af stofnun sem við erum með og síðan því dreift í viðkomandi stofnun og þar fyrir loka eldum fram í hverjum einasta skóla. Matseðillinn byggist upp á að við gefum til dæmis 2 í viku fisk og 3 kjöt og síðan bjóðum við upp á salat og ávaxtabar og því hefur verið mjög vel tekið af börnunum. Og bara sem dæmi að grænmetið hefur þrefaldast á okkur innkaupum eftir að við byrjum að hafa þetta svona, eins og við segjum, gefa allt grænmetið sér. Út af hverju? Já, það bara, þarna þá fá grænmetið og allt sér. Það sér skorinni paprika, sér æsbergsalat, sér tómatur og gúrkur og svo framvegis og það virkar fyrir börnin. Það þýðir ekki, það okkar reynsla, það þýðir ekki að blanda þessu saman. Það bara þannig. Þau velja að fá að velja þetta sjálf. Og Axel segir að alla tíð hafi verið lögð mikil áhersla á gæði matarins. En það erum við þetta ströngu eftirliti á hverjum einasta degi með það. Það þýðir ekkert að svindla börnum, þau segja þeir strax satt.
Þau vilja bara venjulegan heimilismat. Það hefur bara virkað best og þau bara þrá það. Auðvitað, annar matur vinsæll en hinn sko, það bara þannig. Grjónagrautur til þess og slátur mjög vinsælt og okkar markmið að hafa þetta sem best, hollt, gott og heimilislegt. Eru krakkandi duglegir að borða? Já, mjög. Hvað svona vinsælast hjá þeim? Þetta mjög vinsælt. Já. Hvað með, ég heyri nokkra krakka tala kjötsúpu og plokkfisk. Grjónagrauturinn og plokkfiskurinn, já. Þau eru mjög vinsæl. Kjötsúpan svona, jú. Ekki bara hamborgar og pulsu? Nei. Eru krakkandir orðnir duglegir að fá sér grænmeti eftir að svona grænmetisbarinn kom? Já. Alveg. Ertu að fá þér eitthvað grænmeti með þessu? Bara papriku. Borðar eitthvað annað líka? Já, ég borða eiginlega allt sko. Gott að fá að borða í hádeginu? Já. Stelpur, er ekki gott að fá heita mat í hádeginu? Jú. Eru þið að borða alla daga? Já. Er eitthvað sérstakt í uppáhaldi? Já. Kjötsúpa. Kjötsúpa? Já. Eru þið sammála því? Já. Ekki pulsur eða hamborgara? Nei. Norðurljósin njóta aukinnar hylli og frá áramótum hafa yfir 20.000 ferðamenn farið í skipulagðar norðurljósaferðir hér á landi. Reykjanesið er vinsæll áfangastaður í þessum ferðum, en það ekki bara erlendir ferðamenn sem eltast við norðurljós. Óli Haukur Mýrdal hefur náð góðum tökum á þeirri tækni að fanga norðurljós. Þetta náttúrulega fyrst og fremst veiði. Þú ert þarna að veiða norðurljós. Þetta bara eins og svokölluð bara hverjanu veiði. Menn þú ferð á veiður og stundum kemur heim með tóma poka og stundum náttúrulega lemdur bara lukkupótunum og þá náttúrulega það sama með norðurljósin. Það bara allt í hennu kveiknar á himninum og þá náttúrulega getum við farið að leika okkur sko. Mér finnst rosa gaman að mynda Reykjanesið. Ég náttúrulega Suðurnesja maður og mér finnst gaman að svona ýta undir og efla kynningu fyrir Reykjanesið. Þannig að ég tek rosa mikið myndir af Reykjanesinu í kringu það. Vinsælsti staðurinn í dag svona á Reykjanesinu hefur verið Kleifavatnið, menn að fara mikið þangað, þannig að losnaði við ljósmengun og svona eins og segir náttúrulega mitt uppáhald svona að fara þarna í kringu Garðskana. Mér finnst svolítið svona það aðeins svo mikið ljós þar það aðeins svo mikið ljós sem kemur frá bænum en umhverfið algjör snilld Í íþróttabænum Reykjanesbæ, þar sem knattspyrna, körfubolti og fimleikar eru vinsælustu greinarnar, þó ein grein sem hefur vaxið gríðarlega hratt á undanförnum árum. Við erum að tala bardagalistina Taekwondo. Taekwondo-deild Keflavíkur hefur náð ótrúlegum árangri á rúmum áratug. Deildin var stofnuð árið 2000 og 13 árum síðar hefur deildin unnið yfir 100 Íslandsmeistaratitla og sterkasta Taekwondo-deild landsins. Fyrir skömmu fór Íslandsmótið í bardagahluta íþróttarinnar fram og þar voru keppendur frá Reykjanesbæ sigursælir. Keflavík varði meðal annars titil sinn í liðakeppninni. Í nóvember síðastliðnum var Keflavík einnig Íslandsmeistari í tæknihluta íþróttarinnar og því félagið tvöfaldur Íslandsmeistari. Helgi Rafn Guðmundsson, taekwondo-þjálfari, á sinn þátt í uppgangi íþróttarinnar í Reykjanesbæ. Hann stoltur af árangri félagsins. Við erum að vinna mjög metnaðarfullt starf, allir þjálfararnir, stjórnin er mjög sterk, við erum með flott foreldrafélag í kringum okkur og umfram allt erum við rosalega duglega, góða iðkendur sem eru tilbúin að leggja mikið á sig við að ná árangri. Hefur þið duglaði hvað eru búin að vinna marga titla síðan að deildin var stofnuð? Já, við erum komin yfir 100 Íslandsmeistaratitla og yfir 1100 verðlaunasæti á mótum. Þetta að verða betra og betra með hverju árinu sem líður? Já, okkar fólk verður betra með hverju árinu. Það rosalega góð og sterk umgjörð núna Taekwondo á Íslandi. Landsliðið og undirbúningshópar fyrir landsliðið eru mjög sterkir og mjög flottir. Þannig að það mjög auðvelt núna, eða auðveldur heldur hefur verið fyrir unga og efnilega iðkendur sem langar að helga sig þessu lífverðni að komast inn í þann pakka. Fyrir skömmu fengu bardagaíþróttir í Reykjanesbæ nýja aðstöðu að Iðavöllum. Bardagaíþróttir hafa mátt þola tíða flutninga á síðustu árum en hafa nú fengið framtíðarhúsnæði. Helgi vonast til að nýja aðstaðan laði að fleiri iðkendur. Við höfum verið stærri áður en við höfum líka haft betra húsnæði. Þegar við vorum á besta staði í bænum þá vorum við með
töluvert fleiri iðkendur heldur en núna og svo vorum við öðrum stað sem verður ekki alveg jafn hentugur og þannig en núna þar sem við erum komin í betri staðsetningu og þannig þá sé ég alveg fram á að iðkendafjöldi muni fara upp núna bara með næstu misserum. Frábæri árangur Keflavíkur í taekwondo sést eftirvill best í því að þau Kristmundur Gíslason og Ástrós Brynjarsdóttir voru valin taekwondo fólk ársins á síðasta ári. Þau eru bæði gríðarlega efnileg og eiga framtíðina fyrir sér í íþróttinni. En fyrir þig Ástrós, þú ert bara 14 ára, hvernig er að vera taekwondo kona ársins? Bara rosalega gaman. Bara stór heiður. Það er bara mjög stór heiður sko, mjög gott og gaman að fá þann heiður. Þetta er alltaf gaman? Já. Hvað er svona skemmtilegast? Bara þegar þú mætir æfingar í landsliði og svona. Hvernig þjálfari er Helgi? Bara rosalega góður, bara besti þjálfari á landinu. Er hann öðruvísi en aðrir þjálfarar sem þið hefur verið með? Já, hann er alveg mun betri heldur en flestir held ég. Hann er bestur. Hvað með þið sjálfan, er gaman að þjálfa taekwondo? Það er alveg frábært, það er alveg æðislegt, annars verð ég ekki að því. Suðurnesjaliðin allt frá þeim yngstu og upp í þá elstu halda áfram að sankaða sér titlum í körfuboltanum. Daginn unnu yngri flokkar úr Keflavík, Njarðvík og Grindavík 6 bikarmeistaratitla en skömmu áður hafði meistaraflokkur kvenna í Keflavík orðið bikarmeistari. Von á fleiri Íslandsmeistaratitlum í hús en hér sjáum við Keflavíkur stráka í 8. flokki fagna Íslandsmeistaratitli eftir sigur í úrslitaleik gegn Fjölni. Fögnuður þeirra og Björns Einarssonar þjálfara var mikill og innilegur í lokin eftir spennandi keppni. Keflvíski söngvarinn Valdimar Guðmundsson var nýverið kjörinn söngvari ársins 2012 í flokknum Pop og Rock á íslensku tónlistarverðlaununum. Valdimar er vel að heiðrinum kominn enda vakið mikla athygli með hljómsveit sinni Valdimar sem slegið hefur í gegn með 2 frábærum plötum. Valdimar flytur lokalagið í þættinum í kvöld, Lay Lady Lay, sem Bob Dylan gerði frægt á sínum tíma. Lay Lady Lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you?